Ráðherra, fundarstjóri og kæru ráðstefnugestir. Ég þurfti nú að hugsa bara á leiðinni hérna upp í ræðupúltið hvort þetta væri ekki örugglega fyrsta opinbera embættisverkið á Vesturlandi. Það er það, en ég var samt sem áður gestur Vesturlands og Vestfirðinga á fjármálaráðstefnunni tíma. Þannig að það var svolítið skemmtilegt. En ég tel mig afar lánsama að hafa náð hingað í Stykkishólm núna í morgunsárið og þar með náði ég að fylgjast með hluta af dagskrá þessara ráðstefnu, þó það væri nú reyndar ekki nema bara dagskrá dagsins í dag. Ráðstefnan ber yfirskriftina Byggðaþróun og umhverfismál. Hvernig getur blómleg byggð og náttúruvernd farið saman? Afar áhugaverð yfirskrift og ég sé á dagskránni að hér hafi verið flutt fjölmörg fróðleg erindi á hinum ýmsu sviðum. Og án vafa hefur mikið verið spjallað málin þess á milli og í gærkvöldi, ef við þekki svona hóp rétt. Nýja vitneskju og eldmóð tökum við heim með okkur og nýtum við þróun og ákvarðanatöku í nútíð og framtíð. Ég get ekki annað en gripið hérna einn bolta sem kom hérna upp í umræðunum áðan. Það var að því að hann Jón Þorvaldur lýsti því yfir að hann væri logandi hræddur við gistináttagjaldið, að það færi til sveitarfélagana. Ég held að ég geti fullvissað Jón Þorvald að ástæða óttans er á vissan hátt réttmætt, en við sveitarstjórnarmenn erum að vinna að því, hörðum höndum, að finna réttláta leið til að deila gistináttagjaldinu þegar það kemur til sveitarfélagana, þannig að það nýtist á þeim stöðum þar sem raunverulega þarf að byggja upp innviði ferðamennsku. En nú þegar hallar undir heimferð og lok ráðstefnunnar vil ég fyrir hönd Sambands íslenskra sveitarfélaga þakka Byggðastofnun, Stykkishólmsbæ og samtökum sveitarfélaga á Vesturlandi fyrir góða samvinnu við fulltrúa sambandsins við undirbúning og framkvæmd þessara ráðstefnu. Mér er það vel kunnugt að starfsemi Byggðastofnunar er til mikillar fyrirmyndar. Hún sinnir hlutverki sínu vel og þar fer fram mikil og fagleg vinna í þágu byggða þessa lands. Að öðrum ólaustuðum þá vitum við að starfsmenn stofnunarinnar hafa borið hitann og þungan af undirbúningi þessara ráðstefnu og sýnt enn og aftur hversu vel Byggðastofnun er þess megnu að standa undir skyldum sínum á sviði byggðamála. Byggðastofnun sinnir fjölmörgum mikilvægum störfum og að það starf fari fram í svona öflugri og vel mannaðri stofnun sem staðsett er á landsbyggðinni er dæmum hversu vel hefur tekist til við að starfrækja ríkisstofnanir utan höfuðborgarsvæðisins. Ég vil líka nota þetta tækifæri og óska stofnuninni og starfsmönnum hennar til hamingju með að ákveðið hefur verið að reisa nýtt og glæsilegt húsnæði fyrir starfsemina á Sauðárkróki. Byggðastofnun á það svo sannarlega skilið. Mörg undanfarin ár hefur það verið vilji og stefna Sambands íslenskra sveitarfélaga að sinna enn betur þróun byggðamála samfara því að styðja við valdeflingu í héruðum landsins. Það hefur sambandi gert meðal annars með því að styðja af þunga við þróun sóknaráætlana í landshlutum. Við höfum lagt okkur fram að efla og þétta samstarf sambandsins og Byggðastofnunar. Framkvæmdastjórinn okkar, sem situr nú hér á fremsta bekk, Karl Björnsson, hefur tekið þetta verkefni föstum tökum eins og honum einum við lagið og sýnt að hann hefur brennandi áhuga á byggðamálum. Til að tryggja þessi tengsl hefur stjórn sambandsins stutt eindregið við setu hans í ýmsum ráðum, nefndum og stjórnum sem láta sig byggðamál og sóknaráætlanir varða. Tengsl sveitarstjórnarstigsins við Byggðastofnun eru afar mikilvæg og í raun forsenda þess að vel takist til við framkvæmd byggðaáætlunar. Þessi tengsl hafa styrkst verulega undanfarin ár og því ber að fagna. Hin nýja byggðaáætlun sem samþykktur fyrir á þessu ári er svo metnaðarfyllsta sem fram hefur komið hér á landi. Samráðið við mótun hennar var til algjörar fyrirmyndar. Mörg hundruð manns hafa komið að gerð hennar og sett mark sitt á áætlunina. Núna er hún til fjölda sviða sem varða mörg ráðuneyti, stofnanir og sveitarfélög. Eignarhald hennar er víðtækt. Nú þegar hafa mörg mál komist á framkvæmdastig og mun vöktun og eftirfylgni einstakra þátta verða markviss. Á landsþingi sambandsins sem haldið var á Akureyri í september síðastliðinn var unnið að stefnumörkun sambandsins fyrir árin 2018 til 2022.
Mörg þeirra markmiða sem voru til umfjöllunar eru beintengt verkefnum sem eru í byggðaáætlun. Endanlega verður gengið frá stefnumörkuninni í desember næstkomandi og ljóst að í henni verður áhersla að styðja eins og kostur við framgang byggðaáætlunar. Við hjá sambandinu erum mjög ánægð með þá breytingu að byggðamál hafi verið færð til ráðuneyti sveitarstjórnarmála. Við höfum lengi verið þeirrar skoðunar að breytingi þessa veru myndi efla málaflokkinn og nú þegar þessi breyting orðin að veruleika efumst við ekki að það muni auka mjög tengsl byggðamála við sambandið og sveitarfélögin. En forsenda blómlegra byggða allt land að stjórnvöld beiti sér fyrir því að jafna eins og kostur tækifæri til fjölbreyttrar atvinnustarfsemi. Ljósleiðaravæðingin sem nú stendur yfir í samvinnu við sveitarfélög víða land með ríkulegum fjárstuðningi ríkisins eitt metnaðarfyllsta byggðaþróunarverkefni sem ráðist hefur verið í. Í alþjóðlegum samanburði stöndum við mjög framarlega á því sviði. Fjöldi sérfræðinga á sviði byggðamálum heim allan telja einmitt góða nettengingu verið eitt mikilvægasta byggðamál nútímans. Góð tenging fyrir mikið gagnamagn mun auðvelda mörgum að taka að sér aukin verkefni þar sem staðsetning starfsstöðvar skiptir ekki eins miklu máli og áður. Fjórða innbyltingin hafin og við getum stolt tekið þátt í henni óháð búsetu. En undirstaða allrar umræðu og ákvarðanatökur þekking á viðfangsefninu. Við vitum að þróun mála ekki svo sama allt land. Það vantar upp á að við höfum nákvæmari upplýsingar greindar niður á einstök svæði, til dæmis varðandi hagvöxt og tekjur einstaklinga og fyrirtækja. Það miðar í rétta átt í þessum efnum, en það þarf að gera betur. Öll nákvæm greining byggir á traustum upplýsingum og þær þurfum við að hafa aðgengilegar. Hér hefur verið rætt hvort að blómleg byggð og umhverfisvernd geti farið saman. En þurfum við ekki sem þjóð að reyna að verða sammála hvernig við ætlum að lifa í þessu stórkostlega landi? Hvernig ætlum við að nýta landið, miðin og loftið? Við megum aldrei missa sjónar á því að það eru mikil verðmæti fólgin í því að sem mest af landinu sé í byggð. Við búum í stóru, strjálbýlu landi sem oft getur verið æði harðbýlt. Því mikilvægi hinna dreifðu byggða gríðarlega mikið, ekki bara vegna ferðaþjónustunnar sem krefst ríkulegra þjónustu hringinn í kringum landið, en líka vegna almennra öryggissjónarmiða. Göngum út frá því að okkur, hverju og einu okkar, þykir vænt landið okkar. Sú vá sem steðjar á okkur og jarðarbúum öllum vegna hlýnunar loftslags leggur okkur þær skyldur á herðar að við leggjum hvert okkar sig lóð á vogarskálar til að vinna gegn hnattrænni hlýnun. En við þurfum líka að ná samkomulag þá aðferðafræði sem við ætlum að nota til að ákveða hvernig innviða uppbyggingu skuli háttað. Viðfangsefnið krefjandi. Við verðum að ná sátt og við getum ekki látið svo mikilvæg mál veltast án þess að niðurstaða náist jafnvel í marga áratugi. Slíkt vinnulag gengur einfaldlega ekki. Að lokum vil ég ítreka þakkir til þeirra sem staðið hafa að þessari ráðstefnu, þáttakendum öllum og sérstaklega þeim sem flutt hafa hér erindi og ég óska ykkur öllum góðrar heimferðar leið og ég segi byggðaráðstefnunni 2018 slitið.